morgun þarna. Gleymdum að tilkynna. Já. Ok. Hæ. Velkomin að skjáin. Gleymdum bara að tilkynna þér í dag hvenær við verðum að koma á og Guð þýðist mér að búin að gefa mér röddina nokkurn veginn baka. Guð alltaf góður. Guð sér sína. Og við sjáum hvernig það fer, hvort ég ná að lesa þér í dag, annars læt ég bara kona mín að taka við og ég á Grace Joyce Daily Prayer og verið velkomin á skjáin og megi orðin í gær hafa verið ykkur til blessunar eins og okkur ávallt og við erum að bíða aðeins, við erum að bíða til fólki að koma á. Aðeins að bíða. Varst það bara tónlistin sem Gefa okkur nokkra mínútur að fólk er að koma hér inn til þess að hlusta og gefum þessu smá tíma. We give it a little time for people to come in here to listen. Hope yesterday was a blessing for you and like God always takes care of his people and he's giving my voice back. I hope that I'm able to read for you at least one chapter and then my wife is going to take over. That's how God works. He blesses me like he blesses you. Eru komin nógu margir á eða? Jú. Ok. Þetta er Facebook, hvað? YouTube, Facebook, Instagram og TikTok. Ok. Now I'm gonna start this. Nú ætla ég að byrja þetta eins og áallt. Það er yndislega fallega kona mín að byrja þetta á Little Brian og like always here on Grace Joyce Daily Prayer. My wife is gonna start this with a little prayer. Já, Jesus, við leggjum sem stuð í þína hendi, Drottinn minn. Heilagur andi, ég bið svo blessi varir okkur Sigga og gefi þeim sem eru heima friði sinn í huga sinn og hjarta sitt og blessir okkur öll. Í Jesú heilaga nafni, amen. Amen on this wonderful Wednesday. Amen á þessum yndislega miðvikudeegi. Og verið velkomin á skjáinn. Já, við ætlum að lyfta nöfnum upp í nóðuna. Við ætlum að lyfta upp name of the grace. Við ætlum að lyfta upp Óskari, Betu, Sigurdóri, Sunnu, Húberti, Valdísi og Þóru. Yeah. We ask you to pray for them and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to come into their circumstances and heal what need healing and bless them with the blessing they need. And like you know, God answers our prayers. Eins og við biðjum að nöfnin sem við nefnum hér, að við biðjum ykkur að biðja fyrir þeim og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að stíga inn í þær kringumstæður þar sem þau eru að eiga við og blessa það sem blessa þarf. Og við vitum að Guð ansar okkar bænum. Í Jesú nafni, amen. Amen. Og núna erum við komin á 7. og 8. kafla sem við munum lesa hér í dag í Markus og
Við munum fara hérna hægt og rólega í gegnum Markúsar Guðspjall með ykkur og eins og þið gerið mig hér með okkur. Okkar tím hér á Daily Prayer og we're gonna go through the Gospel of Marcus. We're going through it and you're going through it with us and our team here on Daily Prayer. Strong team and you're welcome to the screen. Nú ætlum ég að byrja að lesa hér í við erum 7. kafla og við munum lesa hér 7. og 8. kafla í Markus í dag. And we're gonna read here today we're gonna read the Gospel of Marcus and we are in we're gonna read chapter 7 and 8 today. And then we are gonna change into, for you who are listening in other countries, then we always play it in King James 16:11. And now I'm gonna start to read in Mark chapter 7 og nú ætlum ég að byrja að lesa í Markusar Guðspjalli 7. kafla. Nú safnast af honum farisear og nokkrir fræðimenn komin frá Jerúsalem. Þeir sáu að sumir lærisveina hans neyttu matar með vanhelgum, það óþvegnum höndum, en farisear og reynda gyðingar allir eta ekki nema þeir taki áður handlögar og fylgja þeir svo erfðavenju forfeðra sinna og ekki neyta þeir matar. Þegar þeir komu frá torgi nema þeir hreinsi sig áður. Margt annað hafa þeir gengist undir að rækja, svo sem að hreinsa bikar, könnur, eikatkatla. Farisearnir og fræðimennir spyrja hann, hvers vegna fylgja lærisveina þínir ekki erfðavenjum forfeðranna, heldur neyta mata með venjulegum höndum? Jesús svaraði þeim. Sannspár var Jesea miðar hæsnara, þar sem ritað þessi líður hreirar mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dýrka þeir mig. Þeir kenna þá lærdóma sem eru mannsetningar einar, þér hafnið boðum Guðs en haldir erfðakenning manna, en sagði hann við þá. Listavel gjörið þér að engu boð Guðs, svo þið geti rækt erfðakenning yðar. Móses sagði, heiðra föður þinn og móður þína, og hver sem formali föður að móður skal dauða deyja. En þér segir, ef maður segir við föður sinn eða móður, þar sem þér hefðu geta orðið til styrta frá mér, korban, það mustersfé, þá leyfið þér honum ekki framar að gjöra neitt fyrir föður sinn eða móður. Þannig látið þér erfðakenning yðar sem þið fylgið frá, ógilda orð Guðs og margt annað gjörið þér að þessu líkt. Aftur kallaði hann til sín mannfjöldan og sagði, heyrið mig allir og skiljið ekkert það utanmannsins sörgi hann þótt inn í hann fari, hitt sörga mannin sem út frá honum fer. Ef einhver hefur eyra heyra, hann heyri. Þegar hann var kominn inn frá fólkinu spurði lærisveina hans, hann vil líkinguna og hann segir við þá, eru þeir einnig svo skilningslausir og skiljið þér eigi að ekki sem fer inn í mannin utanfrá getur sörgað hann, því ekkert fer það inn í hjarta hans heldur maga út síðan í safþróna. Þannig lýsti hann allar fæðu hreina og hann sagði, það sem fer út frá manninum, það sörgar mannin, því að innanfrá úr hjarta mannsins komi hinir illu hugsanir, saurlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágild, illmennska, sviksemni, taumleysi, öfund, lasmali, hroki og heimska. Allt þetta illt kemur innan að og sörgar mannin. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggðar Týrusar, þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita. En eigi fekk hann dulist kona ein frétti þegar af honum
og kom og féll honum til fóta. En dóttir hennar hafði óhreinan anda, konan var heiðin og ættuð úr Fönikíu sýrlensku, en hann bað hann að reka illa anda út af dóttur sinni. Hann sagði við hana: lofaðu börnunum að segjast fyrst, ekki sæmir að taka brauð barna og kasta því fyrir hunda. Hún svaraði honum: satt er það, herra, þó eta hundarnir undir borðinu á mólum barna. Og hann sagði við hana: vegna þessara orða skaltu heim núna, illi andi er farin úr dóttur þinni. Hún fór heim, fann barnið liggjandi á rúminu og illi andinn var farinn. Síðan hélt hann úr Týrusabyggðu og Sídon og yfir í Dýrpólsbyggðir miðjar til Galilíuvatns. Þá færa þeir til hans mann, daufan málshaltan, og biðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu, stakk fingri sínum í eyru honum og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himinsins og ávarpaði og sagði við hann: það er, opnist þú. Og eyru hans opnuðust og tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Jesús bannaði þeim að segja þetta neinum, en svo mjög sem hann bannaði þeim, því frekar sögðu þeir frá því. Menn undruðust næstu mjög og sögðu: allt gjör hann vel, daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. Nú ætla ég að biðja konu mína, fallegu konu mína, að lesa 8. kafla. Beautiful wife, read chapter 8. Já. Þessar myndir bar enn svo við að mikill mannfjöldi var saman kominn og hafði ekkert til matar. Jesús kallar þá til sín lærisveinana og segir við þá: ég kenni brjósti mannfjöldan, þeir hafa nú hjá mér verið í 3 daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín, örmagnast þeir á leiðinni, en sumir þeirra eru langt að. Þá svöruðu lærisveinarnir: hvar er hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðunum? Hann spurði þá: hve mörg brauð hafið þér? Þeir sögðu: 7. Þá bauð hann fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7, gjörði þakkir og braut þau og gaf lærisveinunum að þeir bæru þau fram. En þeir báru þau fram fyrir fólkið. Þeir höfðu fáeina smáfiska. Hann þakkaði Guði og bauð að einnig þeir skildu fram borðið. Menn neyttu og urðu mettir. Síðan tóku þeir saman leifarnar, 7 körfur, en þeir voru 4.000. Síðan lét hann þá fara og hann sté í bátinn með lærisveinunum sínum og kom í Dalmanútabyggðir. Þangað komu farisear og tóku að þrátta við hann. Þeir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. Hann andvarpaði þungan innra með sér og mælti: hví heimtar þessi kynslóð tákn? Sannlega segi ég yður, tákn verður alls ekki gefið þessari kynslóð. Hann skildi síðan við þá, sté aftur í bátinn og fór yfir Þeir höfðu gleymt að taka brauð, höfðu ekki nema 1 brauð með sér í bátnum. Jesús áminnti þá og sagði: gæti yðar varist súrdeig farisea og súrdeig Heródesar. En þeir ræddu á milli sín að þeir hefðu ekkert brauð. Hann varð þess vís og segir við þá: hvað eru þeir að tala að þeir hafið ekkert brauð? Skynjið þeir ekkert enn né skiljið, eða eru hjörtuð eitthvað forhert? Þér hafið augu og sjáið þér ekki, þér hafið eyru, heyrið þér ekki, eða munið þér ekki. Þegar ég braut brauðin 5 handa 5.000, hve marga körfur fullar af brauðbutum tóku þeir saman? Þeir svara honum: 12. Eða brauðin 7 handa 4.000, hve marga körfur fullar af brauðbutum tóku þeir þá saman?
Þeir svara 7. Og hann sagði við þá, skiljið þér ekki enn? Þeir koma nú til Betsadíu, þar færa menn Jesú blindan mann og biðja að hann snerti hann. Hann tók hönd hins blinda, leiddi hann út úr þorpinu, skyrti í augu hans, lagði hendur yfir hann og spurði, sérð þú nokkuð? Hann leit upp og mælti, ég sé menn, ég greini þá líkt og tré, þeir ganga. Þá lagði hann aftur hendur yfir augu hans og nú sá hann skýrt, varð albata og heilskygn á allt. Jesús sendi hann síðan heim til sín og sagði, inn í þorpið máttu ekki fara. Jesús fór nú ásamt lærisveinum sínum til þorpanna hjá Sesariu Filipi. Á leiðinni og spurði hann lærisveina sína, hvern segja menn mig vera? Þeir svöruðu honum, Jóhannes skírara, aðrir Elía og aðrir einn af spámönnunum. Og hann spurði þá, en þér, hvern segið þið mig vera? Pétur svaraði honum, þú ert Kristur. Og hann lagði ríkt við þá að segja engum frá sér. Þá tók hann að kenna þeim, mannssonurinn á margt að líða, honum mun útskúfa verða af öldungum, æðstiprestum og fræðimönnum. Hann mun líflátin en upprísa eftir 3 daga. Þetta sagði hann berum orðum, en Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Jesús sneri sér við, leit til lærisveina sinna, ávítaði Pétur og sagði, vík frá mér, Satan. Eigi hugsa þú það sem Guðs heldur það sem manna Og hann kallaði til sig mannfjöldan ásamt lærisveinum sínum og sagði við þá, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossi sinn og fylgi mér. Því að hver sá sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna og fagnaðarins mun bjarga því. Hvað stoðar það manninn að eignast allan heiminn en fyrirgjöra sálu sinni? Eða hvað geti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? En hann sem blygðast sín fyrir mig og mín orð hjá þessari ótrúu syndugu kynslóð mun mannssonurinn blygðast sín fyrir, hann kemur í dýrð föður síns með heilögum englum. Í Jesú heilaga nafni. Amen. 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 Það ýmsar spurningar hérna. En jú, ég alveg í formi og allt það, og ég segi eins og ég segi við ykkur að taka sjá vel líka megar. Amen. Amen. Jú. Ég skal gera það bara fyrir ykkur hérna, ef þið viljið sjá. Þá þetta svona og ég bara svona. Þetta ég. Jú, ég í formi. Svo sjá þetta. Jú, ég í formi. Mjög góðu formi. Mjög góð. Mjög góðu formi. Bara svo. Ég mjög góðu formi. Já, önnur spurning, hvað kallar það gott? What do you call good? Svo lengi að þú er góður við náungan og vera góður við sjálfan þig og góður við þá sem í kringum þig, og þá ertu góð persóna og taka tillit til hvors annars. Það er að vera góð persóna. En munið ávallt að sjá ykkur og fara með vel með ykkur sjálf. Já. Og Guð skapaði mig eins og ég og það er Guðsgjöf og því lít ég út eins og ég og það er hans. Og ég þakka honum fyrir það og svona hér Guð fyrir sína og ég þakka Guði fyrir það.
og maður að fá svona alltaf einhverja forvitni spurningar og alltilega sýna ykkur að jú, ég er í mjög góðu formi. Og núna, eins og við gerum ávart hér á Grace Church Daily Prayer, svo við farum aðeins frá mér að yfir ykkur og þið Íslendingar þið skiljið allir ensku og ég mæli eindregið með að hlustið á King James 1611. Þetta er rosalega velskrifuð biblía og það er minna búið að eiga við orðið í gegnum tíman eins og með biblíurnar og svona seinna skrifað og betur skrifað. Like we always do here for you, we always keep on always giving the good news in King James 1611, original King James 1611. It's better written and better understanding in it. So we always pray that for you, and may this be a blessing to you. And so listen, and my beautiful, beautiful, beautiful wife is going to play this for you. Mark 7. Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes which came from Jerusalem. And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen hands, they found fault. For the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders. And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups and pots, brazen vessels, and of tables. Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands? He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. For Moses said, Honour thy father and thy mother, and whoso curseth father or mother, let him die the death. But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me, he shall be free. And ye suffer him no more to do aught for his father or his mother, making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand. There is nothing from without a man, that entering into him can defile him, but the things which come out of him, those are they that defile the man. If any man have ears to hear, let him hear. And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable. And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him, because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats? And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within, and defile the man. And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it, but he could not be hid. For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by nation,
And she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. But Jesus said unto her, Let the children first be filled, for it is not meet to take children's bread, and to cast it unto the dogs. And she answered and said unto him, Yes, Lord, yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. And he said unto her, For this saying, go thy way, the devil is gone out of thy daughter. And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed. And again departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came into the Sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis. And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech. And they beseech him to put his hand upon him. And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue. And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, be opened. And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain. And he charged them that they should tell no man. But the more he charged them, so much the more, a great deal, they published it, and were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well. He maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak. Mark 8. In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them, I have compassion on the multitude, because they have now been with me 3 days, and have nothing to eat. And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way. But divers of them came from far. And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? Then he asked them, How many loaves have ye? And they said, 7. And he commanded the people to sit down on the ground. And he took the 7 loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them. And they did set them before the people. And they had a few small fishes, and he blessed and commanded to set them also before them. So they did eat, and were filled. And they took up of the broken meat that was left 7 baskets. And they that had eaten were about 4,000. And he sent them away. And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha. And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him. And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? Verily I say unto you, there shall no sign be given unto this generation. And he left them, and entering into the ship again, departed to the other side. Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than 1 loaf. And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod. And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread. And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? Perceive ye not yet, neither understand? Have ye your heart yet hardened? Having eyes see ye not, and having ears hear ye not? And do ye not remember? When I brake the 5 loaves among 5,000, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, 12. And when the 7 among 4,000, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, 7. And he said unto them, How is it that ye do not understand? And he cometh to Bethsaida, and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. And he took the blind man by the hand, and led him out of the town. And when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw aught. And he looked up, and said, I see men as trees, walking. After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up. And he was restored, and saw every man clearly. And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town. And Jesus went out,
and his disciples into the towns of Caesarea Philippi, and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am? And they answered, John the Baptist, but some say Elias, and others one of the prophets. And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ. And he charged them that they should tell no man of him. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests and scribes, and be killed, and after 3 days rise again. And he spake that saying openly. And Peter took him and began to rebuke him. But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan, for thou savorest not the things that be of God, but the things that be of men. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Í Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. In Jesu nafni, amen. Og allir sé amen on this wonderful, wonderful Thursday. Amen. Allir sé amen á þessum yndislega fimmtudegi. Amen. Amen. Já. Eins og þið eruð hér að þetta var mjög lærdómslík orð frá Guði og með þetta hafi verið blessun fyrir ykkur að hlusta á Guð og þið geti farið yfir þetta í orðinu og hugleitt orðina sem voru tölum hér í dag og tekið þetta með ykkur í veganesti og verið ykkur lærdómsríkt. May this be a blessing to you, and may these words that we spoke here today be a blessing to you, and you can always use the scripture, go over the things that we are reading here, let God talk to you through these words, and there's a lot of wisdom in this, because the word is alive. Og munið ávallt orðið lifandi og kemur inn í alla kringumstæður hjá manni alltaf við að maður er að eiga við einhverjar nýjar aðstæður, eitthvað að þá opinberast manni orðið alltaf einhvern veginn á öðruvísi hátt heldur maður vera að lesa akkurat núna, en þá passar það inn í kringumstæðurnar allt í einu sem maður er að eiga við akkurat núna inn í orðið. Og það er það stórmerkilega við orðið að þetta er ekki eins og að lesa bara einhverja bók og það þýðir eitthvað svona. Það er ekki þannig. Þetta er alltaf inn í kringumstæðum hans og þótt að það er lifandi þá er einhvern veginn þannig að þegar maður er að eiga við eitthvað að þá það alltaf við að maður lesa eitthvað að þá finnst manni eins og þetta eiga eina meiningu, en það á svo margar meiningar inn í alls konar kringumstæður í lífi okkar og það er að stórkostlega við orðið. Það er alltaf, kemur alltaf inn í kringumstæður sem við erum að eiga við, hvort við erum að eiga við
Þunglyndi við okkur sjálf og við erum að krítisera okkur sjálf og þá lesum við einhvern kafla í orðinu og einhvern veginn opinbera maður Guð okkur einhvern veginn öðruvísi það sem maður var að lesa í orðinu og þannig virkar orðið og því að maður er alltaf að uppgötva eitthvað nýtt og það stoppar ekki. Það er aldrei að stoppa, það er alltaf að koma nýtt og nýr vinkill á öllu og það er að stórkostlega við orðið. Það heldur að eitthvað sé svona en það er ekki svona. Það er að fallega við orðið. It's like that when we read the word, because the word is alive and we think that this is like this, but it's not like this, because this is not like a book that is, the meaning is like this, because this is alive and it comes into your life in what you're dealing with in these circumstances, then you go like, whoa, this comes into my heart, and then it opens itself and you discover new things from the word into your circumstances, and God shows you something different from the scripture. That's so beautiful about God's words. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this beautiful Thursday. I want to say amen on some yndislega fimmtudegi. Amen. Kæru vinir og þið sem eru hérna í pastor af Grace Church, Daily Prayer, okkar tím, þið eru okkar tím og þið eru okkar kirkja og yndislegt að það fá okkur hérna á stórhópur, stuðningshópur hér í Daily Prayer og þið eru pastor af kirkjunni og það er það sem gerir Daily Prayer af þeirri kirkju sem það er því þið eru hér og þið eru í kirkjan og okkar aðallega er bara að koma áleiðis orðinu til ykkar. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og núna ætla ég að skipta gír og ef þú ert að hlusta og þú hefur ekki tekið Guð inn í hjartað þér að þá lofar Guð að stíga inn í hjartað þitt og senda sín heilaga anda sem er hann, sem er Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi eins og hann skapaði okkur, sál, líkami og andi og það er Faðirinn, það er sálinn og það er Sonurinn sem er líkaminn okkar og það er andinn sem hann er heilagur andi og það er andinn sem er okkur, hann skapaði okkur nákvæmlega eins með sama krafti eins og hann gerði sjálfan sig og þannig skapaði hann okkur og þannig gera hann alla menn og til þess að við getum virkjað þetta þá þurfum við þetta að stíga það skref að ganga inn í vilja hans og þá getum við notið gjafa hans og bara standa pliktina og trúa og þá fylgir hann alltaf og þá getur við leita hans og biðja til hans og hann hjálpaði þér með allt sem þú átt í lífinu og alveg saman hvar þú ert og alveg saman hvar stað þú ert í lífinu og við lifum undir náð, ekki undir lögmáli og þegar við lifum undir náðinni að þegar við gerum mistök að þá vill Guð að við
erum alltaf á leitum hans og þá notar hann mistökin okkar til blessunar fyrir aðra til þess að áminna svona okkur hvað svona, þú veist, við notum það til þess að koma til aðra til þess að þetta kannski ekki alveg en hann notar veikleika okkar til þess að blessa heima, til þess að sýna það að við erum öll mannleg og við gerum mistök. En við höfum alltaf elsku hans sem hann elskar okkur fyrst. Hann elskar okkur fyrst og því við erum sköpunin hans. Ekki að við elskum hann fyrst, heldur hann elskar okkur fyrst. Og það er ekki að við séum að vinna vinnuna, því hann kemur inn í þig og hann vinnur innan frá þér og hann vinnur vinnuna og þú fylgir. Og þannig virkar það ekki að þú sért að fara í þínum eigin vilja og ert að fara að framkvæma eitthvað og þá ferðu bara út í skörn. Svo láttu Guð leiða þig og láttu hann gera og þá ferðu rétta leið. En það var allir í fjallgönguna og allir var eigin leið í fjallgönguna og þetta er svo erfitt, auðvitað verður þetta erfitt, að þá ert ekki í vilja Guðs og til þínum eigin vilja. Og margir predikar sem predika þetta svona, þetta er svo rosalega erfitt og eitthvað bla bla bla, þá eiga þeir samkvæmt orðinu að láta því sem þeir eru að gera og leggja hans til hliðar það sem þeir eru að gera og fara í hvílu hans til þess að ná sér niður á það að þeir fari í vilja Guðs og láta Guð leiða sig áfram. En ekki að minn frjálsi vilji sem er ekki alltaf góður og það er bara þannig og þetta þurfum að passa okkur á að við séum ekki að fylgja mönnum því mennirnir eins og Jesús segir enginn maður er góður maður. Enginn. Ekki ég, ekki kona mín og ekki þú. Enginn maður er góður maður. Það er bara einn sem er fullkominn og það er Guð og Guð elskar það þegar þú kemur með vandamálin til hans og hann er alltaf með þér, gefur alltaf 120% styrk í gegnum öll vandamálin og þegar þú ætlar að fara að bíða með eitthvað hluti og fara í fyrirdæmingu með sjálfa þig út af því þú gerðir eitthvað mistök að það vill hann ekki að þú gerir, hann vill að þú haldir áfram og játir þín mistök og það er eitthvað sem þú gerðir eitthvað að þá bara játar þau og heldur bara áfram en eins og Guð segir ekki dæma sjálfa þig hann bannar okkur það og því hann dæmir því ekki út af því að annars getum við ekki komið með öll vandamálum okkar og syndir okkar og allt það sem við gerst rátt að þá myndi hann ekki fyrirgefa okkur. Það segir sér bara sjálf en hann fyrirgefur okkur alltaf alveg saman hvað það er því við erum börnin hans. Rosalega einfalt en menn reyna að túlka eitthvað öðruvísi og segja við þig að þú sért eitthvað búin að missa frelsunina og missa þetta og þú gerir eitthvað mistök. Þetta er bara röng skilaboð. Skilaboðin eru hér og þau eru rétt. Það er bara að lesa það í réttu samhengi en ekki vera eins og sumir gera að velja hér úr ritningaveðs og fara að túlka þau fyrir þér. Og nei, það er rangt og því erum við hér og því ég er hér að koma með skilaboðinu til að þetta er ekki svona og Guð segir ég er bara að koma með beint upp úr Biblíunni. Það Guð segir og
ykkur allar að krítisera þá var hann bara krítisera það sem Guð segir. En ekki hvað ég segi, ég bara segja það sem Guð segir. Amen. Það ekki mín orð, þetta hans orð. Og svo geta menn farið alls konar að reyna eitthvað, en þetta bara Guðs orð. Ég gef mér með orðið eins og það og þessu ég búinn að læra ég er búinn að vera í trúnni síðan 92 og ég er búinn að taka marga skóla og ég er búinn að fara villuvegar með það að fara hér í einhverja kúltúrsöfniði og boða eitthvað sem rangt sem ég gerði á sínum tíma. Og það er bara þannig og út af því ég held að það væri þannig. Og síðan lærði ég og ég lærði pastorinn og ég er búinn að læra 3 gerðir af pastor og baptist, evangelist og grace. Pastorinn og ofsa nám en búinn að klára þetta og síðan sendi Guð mig á mína leið og sagði mér að fara með orðið út eins og hann vildi að ég gerði og lagði það mér á hjarta og við búum undir náð en ekki undir lögmáli eins og fólk alltaf Guð er heiður Guð og eitthvað svona, þetta allt, nei, þetta ekki svona, Guð kærleikur, þar af leiðandi ekki reiður. Hann elskar þig. Amen. Hann elskar okkur. Like this is like I was talking about here is God is good and like me I've been studying the Bible since 92 and I learned in 3 ways, pastor in 3 ways, evangelist, Baptist and grace and God took me and told me to preach the word like he wants me to preach because we are under grace and that's what I'm teaching. That's why I teach straight from the word. I'm not choosing what you are supposed to listen to. Like if you go to some communion, then they are teaching you and you listen to the pastors, this is always, they choose always the same scripture, same this, the lost son, this lost, you always listen to the same things. Always listening to the same preachers everywhere. If you would go over everything, then you would see all these communions that are teaching, and you go over everything, and then you see there is like everything is a copy paste, like everybody is talking about the same thing. Everybody. The lost son, this and this and this. It's like everybody's thinking about what is capturing the people. Same preaching, same preaching, and choosing the same little verses out of the scripture. And because they want to control you. But God doesn't want that. God wants you to follow Him. That's why He tells you, don't look up to the man. But the man is always telling you, because I'm in a higher position, and you're supposed to go to him and ask him for advice. But God tells you, and Jesus taught you, because He's God, and He taught you to go
and spend time with him, to talk to him, spend time and rest in him, and then he will show you how it is. And that is how it works. But a lot of preachers, they tell you, if you do this, you're gonna go sidetrack. But this is wrong. God tells you to do this. Go and spend time with me. And that's the scripture. Because then you get it pure from God. But don't listen, because they use some guys who went off track, and then they are talking about these guys, and they say, hey, these guys went off track because they thought they went doing something alone, and they went off track because they didn't have any advice from other people, and they thought they were gods. This is not right, because that people just went in their minds doing what they wanted to do, in their thinking, I have a free will and I want to do and get my things. That's why they went off track, because they are in their free will doing what they want, and they take the people and go off track. And that's what happens, but this is not because the people went to God to talk to God. They didn't go to God to talk to God, they just went in their will doing what they wanted to do. And this has nothing to do with God. Eins og ég segi að mikið af fólki hefur verið að segja að fólk að fer til Guðs og Guð segir þú ert að eyða tíma með sér til þess að fá og dvelja í hvílu hans, til þess að fá réttar upplýsingar frá Guði. En þeir eru alltaf að segja við þig að þú að fara í stjórn safnaðir einhverja til þess að fá ráðleggingar. En það ekki rétt. Þú ert að fá ráðleggingar frá Guði. Og svo fara að benda á einhverja menn sem hafa eitthvað farið út af sporinu og segja að þeir fóru hér og gerðu þetta út af því þeir höfðu ekki einhverja menn sem voru yfir í einhverjum söfnum og voru með leiðbendar út af því fóru villu. Þetta er rangt. Það út af maðurinn sem gerði þetta, hann fór í sínus frjálsa vilja til þess að framkvæma það sem hann ætlaði sér. Og það fullt, eins og við sjáum, fullt af kúltur, söfnum sem út allt út. Það eru 212 mismunandi söfnir hérna sem segjast allir vera kristnir, en þeir eru með misjafnar áherslur á túlkun á því hver Kristur og hver Guð er. Jesús Kristur er Guð. Alveg eins og þið spyrji bara tölvuna eða AI og spurði hana bara að því hver er Jesú Kristur í Nýja testamentinu, og þá svarar AI sem á óháð, og þá svarar það er Guð samkvæmt skilgreiningu orðsins. Skilgreiningu orðsins. Og þá hafið þetta hreinu, það meira að segja að þú veist AI gefur til kynna hvað það en fólk aðstæðast að fara að manngera Jesú, en það er ekki þannig. Guð kom og gekk jörðina hér til þess að kenna okkur, og það er Jesú Kristur. Þannig gat hann tekið
syndir okkar á sig og frelsað okkur undan þeim byrðum sem við berum. Og þegar við vorum undir lögmáli. Og þá með Nýja testamentið þegar kaflar þú ert að lesa Nýja testamentið, þá Kristur að tala hérna undir lögmáli og svo fullkomna verkið, það krossfestingin og þá losar hann okkur undan lögmálinu. Alveg svo hann segir við lærisveina sína hver hann og hann opinberar þeim hver hann og opinberar ég Guð. Og þannig það, hann takkir mér allt hérna í orðinu en menninir alltaf hérna breyta ykkur. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega, það bara svo leiðis. Svo ekki láta blekkja ykkur. Nei. Don't let anybody deceive you on something else. Jesus Christ is God. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. Amen. In Jesus' name, amen on this wonderful Thursday. Amen. Amen á þessum yndislega fimmtudegi svo við fáum svona smá biblíufræðslu Amen. frá Guði. Já. Allt frá Guði og ég bara koma hérna fram með orð Guðs. Ekki hvað mér finnst heldur hvað Guð segir. Ekki misskilja það. Ég ekki að reyna að koma einu fram sem ekki af Guði. Og til þess dýrna mitt, okkar kirkja, þið kirkjan og munið þetta að þetta Guðinn okkar sem elskar okkur og hann ekki neitt nema kærleikur og kærleikur getur ekki dæmt neitt. Þá það ekki kærleikur. En það alltaf verið hann að túlka eitthvað. Það fundið eitthvað vers sem var eitthvað öðruvísi. Það ekki sýtu guðveldaversur sem stangast á móti í rýrningunni. Það búið að eiga við hluti. Í Jesú nafni, amen, amen, amen. Amen. There's a lot of things in the scripture. It's like, this one says this, and I can show in the scripture this says here. In Marcus this says here, but in Paul this says here, and it doesn't match. Yes. You know what I'm talking about? Yes. I can show you this in the scriptures. There's a lot of things that is like not supposed to be there. No. But God always shows us what is the truth. Yes. That's how He is. In Jesus' name, amen. And now if you are listening, I'm going to give you the opportunity to take the step of following God and have God in your life to help you in all things. And God is going to help you in every circumstance. Doesn't matter what fails you're doing. He knows you're not clean, and He wants to clean the things and help you fix things in your life. And He knows you're not perfect now when you're coming to Him. But He slowly, because He's inside you, slowly He teaches you, and that is going to make you a better person. But you're never going to be a perfect person. You're never going to be perfect good. Never. He tells that, and so don't worry about that. That's what He loves about. And that's why He loves you like we are children, like
our children, we are always teaching them what is wrong and what is right. Yes. And that's what we love about our children. We always teach them. And they love going and learning from us what is right and what is wrong. That's how we treat our children. Og munið á allt að eins og með börnin okkar, eins og við komum við erum alltaf að kenna börnunum okkar hvað er rétt og hvað er rangt og börnin okkar elska það þegar við erum að kenna þeim. Þú veist, hvað er rétt og hvað er rangt og sama með Guð, hann veit að þið komið til hans fulla af alls konar rugli og þegar þið hleypið honum inn að þá hjálpar hann ykkur að aðskilja hvað er gott og fyrir þig og hvað er ekki gott fyrir þig og hann byrjar að hreinsa innanfrá hægt og rólega og það er allt í góðu að þú ert ekki fullkominn skilurðu og hægt og rólega frá hreinsar þessar hluti og hann elskar þig út af því að þú ert ekki gallalaus og svo vill hann elskar hann það að hann fá að eiga við þig og breyta þér hægt og rólega til þess að gera þig að góðri manneskju. Amen. Make you a good person. In Jesus' name, amen. Amen. Vona ég ná þessu skilmerkilega hérna. Okkar lið á Daily Prayer. Og náttúrulega gefa möguleika á því að ganga inn í Guðsríkið og við ætlum að fara með frelsisbænina hérna og svo hafði þessu orð eftir mér and I'm gonna take that now if you're listening. I'm gonna take the salvation prayer and if you have these words after me, God promised to come into your heart. He's gonna send His Holy Spirit into your heart and He's gonna help you. You can do whatever you want with it. You just keep it for yourself. And God is there. And there's no obligation what you have to do with it. Just receive it. And God is going to take care of the rest. Just bara gerið þið, takkið bara við því og Guð sér restina. Því það eru engar skuldbindingar á bak við þetta. Og Guð vill fá þig því hann elskar þig. God wants you because He loves you. Yes. Because you are number one for Him og þú ert alltaf nummer 1 fyrir honum. Alveg saman hvað. Og ég ætla að byrja að fara með þetta á íslensku og hafið því þessi orð eftir mér. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi að þú sért svona Guðs. Ég trúi að þú sért svona Guðs. Ég trúi að þú dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Ég trúi að hafa dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Ég trúi að það rísi upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús. Jesús. Ég bið þig að fyrirgefa mig allir syndir mínar. Ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt. Hreinsaði hjarta mitt. Endurnýja anda minn. Endurnýja anda minn. Og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna. Ég opna hjarta mitt núna. Og bið þig að koma inn í líf mitt. Og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi velja að fylgja þér. Frá þessum degi velja að fylgja þér. Elska þig. Elska þig. Og lifa samkvæmt orði þínu. Og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þér Jesús. Þakka þér Jesús. Að fyrir blóð þitt. Að fyrir blóð þitt. Er ég nýsköpun. Er ég nýsköpun. Fyrirgefin. Fyrirgefin. Endurfæddur. Endurfæddur. Og elskaður þér. Og elskaður þér. Í Jesú nafni. Amen. Vertu velkomin í Guðs ríki, þú sem hafðir þessa bæn hér með okkur og vera partur af kirkju hans. Já, Í Jesú nafni. Amen.
Guð mun svo sannlega hjálpa þér. Já. And now I'm gonna read the salvation prayer in English, so have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from the dead to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins, I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and to live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. And be welcome to the kingdom of God, and be welcome to the church. And now you who had this salvation prayer, you can talk to God, and God is going to answer you. Og munið þessum átt þetta að Guð mun ansa þér núna með þínum bænum til hans. Í Jesú nafni, amen. Yes, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Yes, she is a nice woman. She is a beautiful woman. My wife is a beautiful woman. Thank you. Thank you for this. She's always 10 times more beautiful than me. That's the truth. That's how God created us. Yeah. He created us and made a little bit more perfect thing for us, the man, and he made something more beautiful for us, and that's the woman, and that's why the woman has this power over us men. Eins og við segjum, Guð skapaði konuna og fallegri heldur en við og skapaði hana eftir okkur og þannig að hún hefur alltaf þetta Very nice man, sammála. Thank you. hún hefur alltaf þetta vald yfir okkur því að hún er fallegri en við. Já, Það er bara women. konuna. Amen. That's women. That's why we men always follow and we do whatever for the woman. Let's be a gentleman. Yeah. Og það er að vera herramaður að það er að þjóna konu sinni og eins og Guð þjónar okkur, einnig ber okkur að vera hans fyrirmynd og þjóna konun okkar. Og þannig virkar Guðsríkið. It's like the God always teaches us, God serves us, and that means I have to serve my woman, and that's how this works. Yeah. Like we have to serve our children. Amen. Amen. Surely. Amen. Amen. And now we are gonna end this here on this wonderful Thursday. Nú ætlum við að enda þetta á þessum yndislega fimmtudegi. Já. Það er bara að segja Amen. Og now my beautiful wife is gonna end this on the prayer that Jesus taught us.
So, have a beautiful day. Amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsi oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Halleluja. Hallelujah. Amen. Amen. And always remember these words. Já. Man, tell your wife you love her, and women tell your husband that you love them. You love your husband, and tell your children that you love them, and pray for your children and your family, and love your neighbor like yourself, and pray for your neighbor, and love your enemy, Yes. and pray for your enemy. Then God is going to bless you, because we are all the creation of God, and that's why God wants us to pray for His children. Yes. And He's going to bless us through this, and because He doesn't want us to carry any bags of some things that we are not supposed to have in our lives, we put everything to Him, and then we are free of everyone, because nobody is supposed to control us. If you don't do this, then you're gonna carry a bag on your shoulders, having a lot of problems, because you're gonna be a prisoner of your enemy, and you're gonna have some things against your neighbor, and you're gonna carry all this, and God wants you to be free of this, and then nobody is bothering you, and that's being free. Og minnið á allt að biðja alltaf fyrir mönnum ykkar, konur, menn segir konum ykkar eða elskið þau, konur ykkar, og konur segir að þið elskið manni ykkar, og segir börnunum ykkar eða elskið börnun ykkar, og biðji fyrir fjölskyldu ykkar, og einnig elskið náungan eins og sjálf ykkur, og biðjið fyrir náunganum, og einnig elskið óvin ykkar og biðjið fyrir óvin ykkar, því þá mun svo sannlega Guð blessa ykkur, því við erum öll börn Guðs. Þetta eru börnin hans, og þetta er það sem hann vill gera, og þið ætla ekki að vera að biðja ykkur gremjubóka á baki ykkar út af einhverju öðru, en eins og Guð kennir, þá dyttir hendurnar á honum og þá eru þið frjáls, og hann vill að við séum frjáls og við séum ekki að bera gremju í garð neins, út af því þá erum við orðnir fangi náungans eða óvin okkar. Við höfum ekki láta óvin okkar stjórna okkur. Í Jesú nafni, amen, amen. Og með þetta vera ykkar til visku, og við kennum ykkur þetta. Hans orð, ekki mín orð. Hans orð. Amen. Amen. Everything is His word that I'm speaking to you. Yeah. And my words, His words. Okay. So, we love you here from Iceland, og við elskum ykkur hérna á Íslandi, og eigið yndislegar stundir, og elsku Frandi, ég elska þig, og Dr. Robert, I love you.
all my friends here. Okay. Yeah. Einar, elskar þig líka bróðir. Love you brother. Robert, I love you brother. Have a great night here in Iceland. I love you my brothers. These are my dear friends. My family and you here, a part of the family. Amen. You're my team here and we love you here from Iceland. Have a great Thursday og yndislega fimmtudag. Og við elskum ykkur. Bye bye frá okkur Vali og yndislega konu minni og elskar ykkur. Love. Elskar ykkur. Já, við elskum ykkur og góðan dag. Love you, bye. Góða nótt. Minna heim, já.